Erfðasjúkdómar eru sjúkdómar sem við erfum frá foreldrum okkar. Þetta sem sagt galli í genunum, það er uppskrift að einhverju og það er galli í því sem veldur einhverjum ákveðnum sjúkdóm. Við þurfum að passa okkur að rugla ekki saman erfðasjúkdóm sem við hreinlega erfum og síðan líkonum á að fá sjúkdóma. Það er algengara í sumum fjölskyldum heldur en öðrum og fólk fái krabbamein. Það þýðir ekki að fólk erfi krabbameinið. Fólk erfir það að það er viðkvæmara fyrir því eða líklegra að það fái krabbamein. Það er ekki erfðasjúkdómur. Dæmi erfðasjúkdóm er til dæmis von Willebrand disease. Von Willebrand disease er sjúkdómur sem hefur áhrif á hvernig blóðið storknar. Ef maður er með vægustu útgáfuna af þessu þá fær maður frekar marblett og sár er aðeins lengur að gróa. En ef maður er með alvarlegustu útgáfuna þá er maður í stór hættu bara í hvert skipti sem maður lendir í slysi því að það gróir mjög illa og sérstaklega ef maður meiðir sig eitthvað innvortis. Erfðasjúkdómar skiptast í raun í tvo hópa, það er að segja erfðasjúkdómar sem erfast á þessum hefðbundnu litningum, líkamslitningum sem stundum eru kallaðir og það er von Willebrand disease. Síðan eru til sjúkdómar sem erfast á X-litningi og eru þá stundum víkjandi á X-litningi. Dæmi það er til dæmis dreyrasýki, með svipaður sjúkdómur og von Willebrand disease en bara erfist öðruvísi. Og það eru til náttúrulega miklu fleiri erfðasjúkdómar. Þó svo við erfum sjúkdóminn frá foreldrum okkar, þýðir ekki að ef foreldrarnir eru með sjúkdóminn þá fáum við hann eða þeir eru ekki með hann þá getum við ekki fengið hann. Því að ef þetta er víkjandi sjúkdómur þá geta bæði foreldrarnir verið með hann og við ekki verið með hann og öfugt. En þið þurfum að skoða í raun hvernig ríkjandi og víkjandi virkar til þess að átta ykkur betur á því.